þetta hérna. Við þá bara að byrja. Herðu, ég býð ykkur bara velkomin hérna á þennan fund og hérna ég var okkur langað að leggja til að fundarstjóri yrði hérna Jón Ingi. Eru allir sammála því? Og að Páll ritarinn okkar Jóhannesson yrði ritari á fundinum. Eru þið sammála því? Já. Já. Jæja, góðir félagar. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður skýrsla formanns starf félagsins. Og ég bið Svanborg að koma upp og gera grein fyrir starfinu. Við gerðum nú ýmislegt seinast ár. Á seinast ári í 18. mars þá var ég kosin formaður hérna félagsins og þá lét Arnfríður af störfum eftir 8 ára starfsemi þar sem hún var búin að vera með hérna félagi í 8 ár og sýndi því mikla alvöru og umhyggju. Var það ekki 8 ári eftir hjá mér? Já. Og við stjórnin höfum reynt að gera okkar besta á þessu ári en við erum alltaf til í að fá tillögur frá ykkur hvað væri skemmtilegt að gera og hvað væri skemmtilegt að hvað ykkur langaði til þess að hafa. En á 9. apríl á seinasta ári Ekki til að koma. Sjáast í. Sjáast í mig? Já. Svona. Já, 9. apríl vorum við hérna með svona bara spjall og spil og hérna og 15. maí þá fórum við til Húsavík og gerðum ýmislegt skemmtilegt og það var bara mjög gaman og höfðu allir mjög gaman að því þar komum við í Hlyn og gerðum ýmislegt skemmtilegt, sungið og gerði leikir og snætt og svona. Svo var það 11. Svo fórum við í sumafrí og svo 11. september þá kom hérna Einar Guttormsson og hérna hann var að segja frá sínu lífi með Parkinson og konan hans kom og talaði sína afneitun fyrir sjúkdóminn og það var bara mjög gaman að hlusta á og fræðast með það. 4. október fórum við svo í dagsferð Eyjafjarðarsveit og þar var hérna Sveinn Rúnar Sigmundsson frá Vatnsenda sem var svona eiginlega leiðsögumaður okkar í ferðinni og hérna það var mjög skemmtileg ferð. Hann nefnilega mjög skemmtilegur svona að segja frá og svona og við fórum hérna erum við í einhverju vandamáli og fórum við á safnið í Saurbæ og svo endum við í kaffi hérna hjá þeim á Vatnsenda. Mjög vegilegt að koma þar og tekja veitingar sem alveg flett út af borðinu. Svo þannig 7. október fengum við Ólaf á Óskarsson sjúkraþjálfara til þess að koma og fræða okkur hreyfingu. Þannig að hvaða hreyfing væri góð fyrir alla og líka þá með Parkinson. Og svo vorum við með litlu jólin í desember. Svo
störtum við janúarmánuði 8. janúar og vorum með góngslökun hérna í salnum þar sem ég góngaði fyrir fólk. En svo 5. febrúar vorum við með viðburðinn Hvað er að frétta, þar sem að gjaldgerinn okkar Davíð Hafsteinsson var að fræða okkur ýmsar nýjungar í sambandi við það sem er að frétta framvindun svona ýmsra aðgerða í sambandi við Parkinson. Og við lentum í vesenni að streyma þeim viðburði, en hann var svo settur inn á vefinn okkar, eða þarna Facebook síðan okkar, Glærur það. En hann ætlar líka að fræða okkur aðeins það sem hann talaði það, og það var svona, hvað kallaði það, beatsband, sem er eitthvað nýjum núna, sem er verið að bíða eftir að prófa. Herðu, og svo stendur til að við ætlum að vera með svona dans á léttari nótum í apríl, svona sem er góður dans fyrir bara alla, ekkert svona mikið þannig. Og svo stefnum við á að fara á Húsavík í maí, áður en við förum í sumarfrí. En þetta er nú svona dagskráin okkar í vetur. Takk fyrir mig. Já, við þökkum Svanborgu fyrir. Og næsta dagskrá þá gjaldkerinn ætlar að gera grein fyrir reikningum síðastliðið árs. Og ég bið hann að koma upp, hann Davíð Hafsteinsson, Þórsvöld. Ég er ykkur mættur Velkomin. Og Flórens sem var ekki stór, hann þekkir það betur en nokkur annað skísmenn. En hérna... Á ekki dreifa? Jú, við erum með 10 útbrunn. Úps, þannig hreyfði ég eitthvað hér. Þetta var ekki verk eftir mig á öllu leyti. Ég tengdason minn sem er endurskoðandi, Elvar Óli, þess að aðstoða mig. Það tók mér klukkutíma að græja þetta eftir að ég var búinn að merkja festundur, þannig að það var vel gert. En eins og þið þekki nú, ég ætla kannski að fara að segja svona grótart hvernig þetta er byggt upp hjá okkur, en við erum með 3 reikninga. Einn reikningur sem að hvað heitir hann? Við erum með við erum með úttektarreikningur, en það er bara svona reikningur sem við notum til að borga út úr og þannig. Þetta er svona veltureikningurinn hjá okkur. Félagsgjöld heitir annar reikningur. Og inn á hann koma félagsgjöld tekjurnar okkar. Svo eigum við einn vaxtareikningur sem mér skilst, Eiríkur getur kannski sagt að þau betur frá því, en við fengum að gera 1.000.000 krónur einhvern tímann og eftir sem við skilst þá sé þetta aðalega
sú gjöf sem að hefur verið geymd þarna á hávaxtareikningi. Er það ekki rétt? Eiríkur? Það var ekki mitt út. Já, en þannig að við notum, svo færum við sko peninga af félagsgjöld, sko, reikningum sem heitir félagsgjöld og yfir úttektarreikninginn, svona bara eftir því sem þarf. En hérna, ef við förum þá í reikninginn aftur, þá eru tekjurnar félagsgjöld 310.250 og árið áður 430.500 sem pínu villandi. Það er hærri tala heldur en núna í ár, eða rétt þetta fyrra. Ástæðan að 2024 að þá eru þetta tekjur fyrir 2024 og 2023 að einhverju leyti. Það virðist ekki alveg vera þetta mál vera að þessi peningur, hann kemur ekki automatist til okkar heldur verðum að kalla eftir hann. Er það ekki annars rétt skil hjá hann? Jú, hérna, félagsgjöldin. Það er stundum verið, já, þannig þetta ganga eftir hann, en auðvitað finnst manni að þetta er bara að gerast sjálfgæðst. En það er kannski skiljanlegt líka, sko, við náttúrulega erum ekki að gefa út neitt reikninga eða neitt. Það er bara þegar síman og ringir, þeir eru komið tíma á að borga félagsgjöldin. En við þurfum að skila, við takkum samtökum ársleikningum og áskilsvið. Það er rétt að það er 2 ára félagsgjöld. Svona. Já. Já, en hérna, mér finnst þetta pínu svona í móðu, sko, að hafa þetta ekki alveg konkrét, að vita hversu hérna, ég fékk nú ekki hjá þeim, sko, félagatalið, sko, það er einhverjir meðlimir þarna bak við þessa tölu og hérna, það þyrfti náttúrulega að fylgja með þegar það kemur og það bara ganga eftir að fá það til þess líka að við getum notað þess að bera það saman við félagatalið okkar sem við höldum utan. Þetta var nú, svo kemur þarna gjöf frá Odfell og Akureyri, 460.000 og hérna, það var þessi hátalari, tölvan og skjávarpið sem við fengum. Það er mjög fínt. Hérna, svo eru þarna minningagjafir og hérna, það er nú ekkert blað hérna sem hefur skýringar. Ég skoða það ekki, hefur það verið? Hafið verið með síðan eins og erum við skoða? Það er ekki svona. Það þarf ekki þessi svona slíkt. En sjá eins og ég bætti við þetta eftir að ég tala við endurskoðunarmennina. Félagsgjöldin á árinu 2024 vegna ársins 2024. Ég ætla aðeins að stoppa ykkur af. Þeir ná ekki tengingu á Húsavík. Geturðu, Aðalbjörg er að reyna að ná tengingu. Já. Geturðu samþykkt hann eða eitthvað? Já, það er það sem var að týpa hérna. Já. Þetta er bara síni fyrir oss. Við erum ekki að fjalla Nei, á reikninga. Þeir eru í okkur. Er kveikt á mikrofónu? Það er kveikt á öllu hjá okkur, sko. Já. Hjá henni, þá er mjútaður mikrofónum. Hjá henni? Já. Já. En það er svo sem að það. Þarna. Góðan daginn. Góðan daginn. Þá heyrið ég okkur, ekki? Jú. Við slökkum bara á
Ég slekk á hljóðunum hjá okkur. Þið við ekki byrja upp á nýtt? Nei, það sé það. Þið slekku bara, já, þið slekku á hljóðunum honum. Þá bara höfum við áfram. Já, það hérna nokkur svona minningastyrkir sem við fengum. Það eins með þetta hvort við eigum í framtíðin að vera með eina línu sem heitir minningastyrkir og hafa svo kannski skýringu fyrir til dæmis eins og þetta í minningu Sigurðar Þórna á Húsavík sko. Það voru mjög margir að bak við það, þessum töluðana. En þetta eitthvað sem við getum, ég held að stjórnin ekki bara aðeins að diskutera hvernig við, og það líka þannig að það kannski ekki allir sem vilja láta sín geti sko, ef einhverju að láta peninga fundi, þá ekki endilega víst að vilja að komast að það. En þetta svo sem við í stórum áður. Rekstrargjöldin og það er samkomukostnaðar, veitingar og fleira. Þetta bara þess að ferð, þetta sem við erum að gera. Og við höfum borgað fyrirlesurunum, það þá 60.000 samtals. Og þarna eru kaupin á græjunum, skjávarpi, tölva, hátalva og hljóðnumar. En þetta að vísu ekki alveg alla græjurnar. Það kom ekki, sko, skjávarpin kom ekki, það kom seinna, þannig að fóru við áramót. Auglýsingakostnaður, þetta með auglýsingin á þessum fundi í fyrra. Og svo höfum við gefið gjafir vegna útfarar og kostnaður þegar við gáum öllu smá gjöfum þakklætisgjöf þegar hún hætti. Og þá það sem sagt fjármunatekjur og fjármagnsgjöld sem vaxtatekjur 112.000, þetta aðalega náttúrulega af stóra reikningum og við erum að borga 24 skall í skatt, fjármagnstekjuskatt. Þannig að afkoma ársins 148.000, við erum að tapa í fyrra upp á 89, en það svo sem afstætt sko. Þetta verður nú á að rekast held ég einhverja kringu núlið svona áallt. Efnarsýningurinn þá er þetta bara staðan á reikningnum sem sagt það er 53.000 á sem veltureikningi og úttektarreikningum, 307.000 er staðan á félagsgjöldunum og svo þessi hávastareikningur 1,8 milljón. Og eignir samtals 2.170.000. Það ykist aðeins milli ára. Svo er það eigið fé hjá. Það sem sagt bara við höfum beitt í eigið fé og skuldir samtals, þetta er frá 2.170.000. 612. Og meira er ekki þennan reikning að segja, ekki nema að segja einhverjar spurningar eða. Það ekki spurningar. Þá bara þakka þér fyrir mig. Jæja, við þökkum honum Davíð fyrir og
ég býð Húsvíkinga velkomna að veist að þeir mistu af byrjuninni en Svanborg fór yfir skýrslu síðasta árs og gerði það vel. Það er mikið að vera, stjórnin mjög aktív greinilega og nú ættum við að bera bara upp skýrslu stjórnar og reikninga. Við ætlum að skrifa undir þessa reikningablötu, við hefðum svo sem átt að vera búin að skrifa undir samkvæmt öllum reglum en við erum all mætt hérna á fundin sem að eiga að skrifa undir þannig að við gerum það bara í lok fundar. Ég og Eiríkur erum endurskoðendur og við erum búin að fara yfir reikninginn og samþykkja þetta svona. Þannig að ég bara ber reikningana undir fundin, erum með samþykkið þessu reikningi. Það er allir samþykkið. Þannig að við höldum áfram í dagskrána. Já, hvað var það næst á dagskráni? Ég er með þetta hérna í símanum. Já, þá erum við að fara í... Það þarf að kjósa einn í stjórn. Það eru kosningar sem sagt næst og það er hann Páll Jóhannesson. Ég er á formanni. Það þarf ekki að kjósa hann. Jú, hann er bara kjósendur eins og. Nú er það? Ok. Þá er ég bara ekki með réttar upplýsingar á blaðinu. Ég held að það væri bara þyrfti bara að kjósa einn, en þá erum við að bara kjósa formann og Svanborg gefur kosta sér áfram og ég er einhver annar sem býður svo fram til formanns. Ef svo er ekki, þá gefum við kosta. Síðan er verið að kjósa einn mann í stjórn fyrir Pál og við óskum eftir að einhver bjóði sér fram hérna á fundum. Er einhver sem vil bjóða sér fram til stjórnar? Einhver sem vil fella mig. Fella Pál. Ef svo er ekki, þá Er enginn á Húsavík sem er tilbúin að koma í stjórn? heyrið þið mér Húsvíkingar. Er einhver sem vil bjóða sér fram í stjórn á Húsavík? Nei. Ok. Páll hefur ekki kostnaðir á það? Jú, ég var bara að gefa það út að ef enginn vildi taka þessu, þá skildi ég taka eitt af því. Páll er tilbúin að taka slaginn áfram, þannig að ég held við klöppum bara fyrir Páli. Og þá eru ekki frekari kosningar, en ég ætla þá bara að lesa upp þá sem eru. Svanborg Svanbergsdóttir er formaður, Daði Hafsteinsson er gjaldkeri, Guðni Helga Guðmundsdóttir er meðstjórnandi, Ingi Bjarnar er meðstjórnandi og Páll Jóhannesson hefur verið ritari. Guðni er varaformaður. Já, Guðni er varaformaður. Síðan eru varamenn, það er Bergmundur Stefánsson og Þorbjörn Sigurðsson. Já, hann er náttúrulega á Húsavíkurstæðinu. Þannig að þá er búið að ganga frá þessu, kosningar lokið. Þá förum við önnur mál og hver vill, ætlaðu þú ekki að spila með eitthvað Davíð? Já, en hver er kaffilíð? Við getum haft kaffilíð núna. Já, herru, það er stungið upp á kaffilíð. Við skulum bara fá okkur kaffisópa og það er að Húsvíkingar komið ekki í tertuna sem er hérna. Já, þeir Eru þeir með tertu líka? Já, það er gott. Geta ekki skotist bara hérna. Við ætlum að gera smá kaffilíð áður við förum í önnur mál af því að það gengur mjög hratt með þennan fund, þannig að það verður smá hlé. Og við minn ekki